Norðlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi. Ég ætla að bjóða ykkur hjartanlega velkomin. Fyrsta lagi hingað í Grímsey en ekki síður hingað að þessu glæsilega listaverki. Það nú ástæðan fyrir að við erum hérna stödd að við erum að fara að vígja þetta formlega, þetta listaverk. Listaverkið Orbis et Globus, eða Hringur og kúla, var vígt í Grímsey í gær. Verkið stendur á heimskautsbaugnum og hugmyndin er að það sýni staðsetningu heimskautsbaugsins á hverjum tíma. Við skelltum okkur ásamt stórum hópi fólks til Grímseyjar til að taka þátt í athöfninni. Listaverkið er 8 tonna grásteinskúla og er byggt eftir vinningstillögu Kristins Hrafnssonar og Studio Granda í samkeppni sem haldin var árið 2013 nýtt kennileiti fyrir heimskautsbauginn. Verkið er staðsett nyrst á Grímsey í afar fallegu umhverfi. Hugmyndin uppalega er svo að fara í svona hugmyndasamkeppni vegna þess að við vildum vekja athygli á þessari perlu sem Grímsey er. Og við erum auðvitað að draga fólk hingað í eyjuna til dæmis til þess að njóta þeirra fegurða sem hérna er. Og þá kom svona upp hugmynd, hvað getum við gert vegna þess að við tölum mikið heimskautsbauginn, en getum við gert eitthvað til þess að búa til eitthvað svona kennileiti fyrir heimskautsbauginn þannig að fólk sjái svona hvar hann er og hvernig hann þróast. Og þá var þessi hugmynd til að árið 2013 að fara í verðlaunasamkeppni með Hönnunarmiðstöð Íslands og niðurstaðan er þessi glæsilega kúla sem hérna er og hún svona ekki bara kennileiti heldur sko fyrir staðinn, heldur þetta líka tryggir að það að Akureyrarbær hefur svona stimplað sig inn sem miðstöð norðurslóða á Íslandi og við erum í mikið af verkefnum með ríkjum og svæðum á norðurslóðum þannig að heimskautsbaugurinn skiptir okkur gríðarlega miklu máli líka sem sveitafélag þannig að þetta kennileiti þetta markar svona ákveðin spor líka í þá sögu eða við getum kallað það að hérna okkar hlutverk sem norðurslóða bæjar og sveitafélags á Íslandi. Þetta hefur nú ekki gengið algjörlega þrautalaust þetta ferli? Nei, ég meina eins og það er þegar maður er að vinna með listina þá þetta gengur ýmislegt á en þetta er búið að taka tíma. Verkið er ansið þungt og veglegt þannig að það er ekkert auðvelt að koma því hingað og koma því hér á þennan stað en það tókst á endanum og það er bara eins og með góð verk að þau taka tíma og þau skila sér á endanum. Þetta verk er í okkar huga framgang náttúrunnar og eilífa hreyfingu alls sem er. Allt hreyfist, ekkert er undanskilið og við fáum engu það ráðið. Grímsey er einstakur staður til að upplifa eða skynja eitt mesta náttúruundur sem birtist á jörðinni. Það eru óstöðugleiki eða vagg og velta jarðarinnar. Það er rock og roll jarðarinnar. Það er áhugavert að sjá á eyjunni að á aðeins 300 árum hefur heimskautsbaugurinn færst norður alla eyjuna líkt og í Vínarvalsi og líklegt er að einhver sem hér stendur verði vitni að því þegar hann yfirgefur hana til að koma svo aftur eftir það bil 20.000 ár. Segjum við aðeins frá þessu verki, þessari kúlu sem er hérna kennileiti heimskautsbaugsins í Grímsey. Ég veit nú svo sem ekki alveg hvar ég á að byrja en við lögðum þetta fram í samkeppni fyrir nokkrum árum og höfum verið að svona framkvæma þetta í rólegheitunum síðan. En kúlun er ætlað að standa á heimskautsbaugnum á hverjum tíma og hér byrjum við 2017, staðurinn er hér. Hér liggur hann þessa stundina. Þú segir þessa stundina 2017, breytist þetta hratt? Það er misjafnt á milli ára vegna þess að þetta er svona ákveðin kúrfa eða braut sem þetta gerist eftir. Þetta eru miklir kraftar hérna á ferðinni. Það er pólveltan og pólriðan. Það er annars vegar mönduljarðarinnar sem hreyfist eftir ákveðinni braut og síðan hefur tunglið líka áhrif á hreyfingu jarðarinnar og allt þetta verður til þess að heimskautsbaugurinn hreyfist skrykkjótt norður eftir og gerir það bara alveg stöðugt og þetta er sem sagt getur verið frá nokkrum metrum og upp í nokkra tugi metra á ári. Þessi færsla sko. Og færist þá listaverkið með? Það er hugmyndin, já.
við efumst ekkert að Akureyrarbær mun reyna að fylgja verkinu og þá þetta atburður á hverju ári vonandi. Ef maður kíkir á kúluna og sérstaklega maður komin svolítið nálægt henni þá það er gat í gegnum hana miðja. Hvað er það? Það er heimskautsbaugur. Hann liggur. Þetta er ekki verið að sjá hann fer í gegn. Þetta er rauninni svona bara eins og hálsmenn hálsinn á þau, bara með kúlu og baugurinn liggur í gegnum kúluna og þess vegna er gatið. Það vísar austur-vestur og baugurinn liggur þar í gegn. Ímyndum við okkur. Nei, við vitum það. Hann er pelli á pellifesti. Já, við vitum það, já. Hann er akkurat það núna. Hvernig kviknaði þessi hugmynd? Það var 2 miðaldras kallmenn sem var leiðir jólin. Og við varum að hugsa hvað ég ger í stæði fyrir því að fara í fjölskyldubóð. Så við varum að byrja að senda skeiti á hvort annan þegar við settum þessa samkeppni. Og smá saman fættist þetta hugmynd. Hvernig er vinnan og ferli búið að ganga? Ég hef ekki hægt en svona, þetta verður svona silast áfram. Það verður alls konar erfiðleikar. Eins og ég nefndi hérna áðan þá eru einfaldir hlutir ekkert endilega auðveldir í framkvæmd. Þannig að við erum búin að lenda í ýmsu á leiðinni en hér er kúlan, við skulum gleyma henni bara. Og við má ekki gleyma að heimskautsbaug, hann er búin að varpast fram og tilbaka á 200.000 ára fresti. Så í raun þess sem við erum búin að eyða í það framkvæmd er ekki nekt. Akkurat. Hvernig er að standa og sjá kúluna hérna, komna á sinn stað? Það er náttúrulega ævintýralega fallegt, sko. Grímsey er náttúrulega alveg ótrúlegur staður og við hefum komið hérna 2 sinnum og þetta er alltaf alveg æðislegt að koma hérna og við getum ekkert annað en hvatt fólk til að koma hérna og njóta þess að upplifa þetta náttúruundur sem eyjan er. Hún er algjörlega frábær. Þetta er mikil geimsteinn. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.